Já, þetta bomban geitin í leiknum, hún eina sannaði með mér í kvöld er stærsti Newcastle aðdáandi og Íslandi að Siggi Sigurjón Jónsson. Sæll og blessaður Sigurjón, hvað segir þú gott á þessu góða sunnudagskvöldi? Sæll og blessaður og bara takk fyrir að bjóða mér í þetta virta podcast og það mikill heiður að fá hérna loksins boðið. Ég búinn að bíða lengi en Herðu, ég bara drullu góður. já, hvernig eru væntingarnar þetta sísoni hjá ykkur Newcastle mönnum, bara hvernig leggst þetta í þig? Þetta bara einhvern veginn gæti ekki lagst verr í mann ef ég á bara að vera hreinskilinn. Það maður ekki alltaf að segja satt í útvarpinu, svo segja blöðarinn allavega. Þannig að já, mér líst bara ekkert á þetta. Þetta er náttúrulega, við erum búin að skipta þjálfara korter í mót og búin að selja 4 bestu leikmennina undanfari ár Þannig að ég hef alveg verið brattar, ég get alveg viðurkennt það. Svona áður fyrir lengra, þú veist, af hverju styður þú Newcastle, þetta lið, það var náttúrulega stórt á sínum tíma, hvenær byrjar að halda með þeim og bara hver var ástæðan? Já, þetta var þegar ég var ungur og vitlaus og var ekki komin til vits, þá hélt ég með Liverpool. Ok. Svona milli 5 og 8 ára Ok. Og þar var uppáhaldsleikmaður minn Peter Beardsley. Já. Og númer 8. Og hann yfirgefur Liverpool. Já. Stoppar í Everton og svo hann mættur í Newcastle. Þegar þeir fara upp 93 og þá byrjaði ég svona að fylgjast með þeim og ég var bara seldur og búinn að vera á vagninu síðan 93-94 tímabili. Ok. Ef við förum í Newcastle, hver er svona stærsti veikleikin og hver er stærsti styrkleikin, ef þú myndir rýna í það? Veikleikin náttúrulega núna er að það er búið að skipta þjálfara og hann hefur ekki fengið flugbrautina til að móta sitt lið og tekur svona við kannski búinu frá ETH. Já. Og liðið kannski það sem vantar einhvern veginn í liðið, það vantar afgerandi framherja og það vantar að fylla upp í götin sem Bruno Guimaraes og hann Sandro Tonali skilja eftir sig. Þannig að þetta er svona veikleikin eiginlega bara liggur í því að fá reynslu lítinn þjálfara, ungan, sem er alveg spennandi, kannski ræðum það meira á eftir. Já. En fyrir þetta tímabil þá er hann bara ekkert búinn að ná að drilla þetta. Nei, þetta er þjálfarinn Mattias Djastol, þetta er nú ekkert stærsta nafnið og hefur ekki búist við að Newcastle ráði nú einhvern reynslu meiri menn, það er nú ekki 38 ára. Jú, eða samt svona, þetta er sigurvegari. Já, hann var náttúrulega með Red Bull Salzburg, Já, og gerði frábæra hluti var ekki með Al-Halil. Jú. Og þeir hafa nú gert eiginlega fátt annað heldur en að lyfta bikarinn og þetta er þjálfari sem er með sigurhlutfall sem við sjáum bara ekkert oft þetta er bara kannski á pari við Sir Alex. Þú heldur sem þetta sé rétti maðurinn til að taka liðið þitt á næsta stig? Já, ég vona það en holningin á honum þetta er svona ólíkt ETH svona úlpunni og svona hann var svona í KSI úlpunni á hliðarlínu svona væpið mjög friendly og svona en þarna ertu komið með bara eins þýskan þjóðverja og getur og hann hlustar ábyggilega á skúter í frístundu sínu með hárið sleikt aftur þannig að en vonandi
hann er allavega náð árangri það sem hann hefur verið Já, og ég held að hann fái backup af því að við ætlum að fara í styrkleika næst og það á að vera eignarhaldið. Einmitt. Cash money. Hverjar eru svona væntingar stuðningsmanna yfir höfuð? Þú lítur að þekka einhver aðra Newcastle stuðningsmenn. Hvernig líst þeim á honum stjóra? Það var fundur hjá okkur í vikunni mér og Guðjóni Pétur Lýðssyni. Já. Og við erum bara svona við viljum ekki trana fram með einhverja svona ótímabærar yfirlýsingar ágæti þjálfaran sko, en væntingarnar þetta er svona bara meistaradeildarsæti sko. Já, er það? Nei, ok. Sko, er þetta ekki svolítið hérna gamla góða að byggja upp aftur eftir að Newcastle er búin að eiga sína toppa svona sínustu tímabil? Er þetta ekki svolítið væp þar sem þið eru að selja alla eitthvað bestu leikmenn og það er ekki að koma sami styrkleiki tilbaka í leikmannaköpum? Já, Newcastle hafa bara verið ótrúlega lungnir á markan. Já. Þeir eru með eitthvað scouting-kerfi sem er að virka og þeir eru að kaupa leikmenn eins og Bruno kemur frá Frakklandi og fleiri sko, Alexander Isak frá Sociedad og svona, þetta voru kannski ekki alveg stærstu nöfnum þegar við mættu á staðinn sko, en svo eru búin að kassa ágætlega inn á þeim. Einmitt. Ég hef alveg trú að því að þessi sem hafa verið að detta núna munu springa út sko og fylla vel upp í skörðin þegar framlíða stundir sko. Ertu búin að horfa eitthvað á það núna á undirbúningstímabilinu? Það hefur ekki gengið nú vel. Nei, ég ætla nú ekki að fara að ljúga því að ég hef verið límtur yfir Leverkusen Newcastle í gær, en þeir töpuðu bara búin að vera að tapa sko. Þeir töpuðu 2-1 og svo töpuðu 3-1 fyrir Everton daginn Já, og svo voru þeir ekki 16. Þeir voru að tapa við Strasbourg núna í dag. Já. Þannig að þetta eru 3 tapleikir allavega frá 12. ágúst. Þeir unnu að vísu Valencia 8. ágúst 2-1, sterkur sigur þar hjá þínum mönnum. Þú þekki það náttúrulega að fara að lesa eitthvað í einhverja æfingaleiki og draga einhverja ráleitanir af því sko. Og sátt ég hef engar svona drega ég ekkert út úr því sko, þannig að ég bara ég mæti bara alltaf sko bjartsýnn til leiks í byrjun ágúst og svo verðum við komin svona með vonbrigðin og bræði munni svona þegar líður inn í desember. Núna leikmannakaupin þennan gluggan komni með leikmann eins og Basuma Torre frá Hoffenheim, það er nú góð leikmaður. Þeir eru komið með Alan Chibaba sem er að spila hann á miðjunni, Lukas Hornicek, markmaður. Ég áttaði ekki eins og á því að hvað heitir markmaðurinn eftir Arsenal sem var hjá okkur? Hinn góði markmaður. Ramsdale var á láni, ég áttaði mig ekki því, ég held að ég keypti hann. En það er komið 2 nýjir markmenn, líka Even Jauen frá Reims í annarri deild, svo erum við Sean Staur frá Ajax. Hvað góður það? Ertu búin að sjá hann eitthvað? Já, ég er aðeins búin að lesa mig til hann. En þetta er allavega hann lítur út fyrir að vera the real deal. Hann er the real deal. Já, og þetta er svona maður sem ég er einn af þeim sem ég er að horfa að munu komið dálítið á óvart og fylla þessu upp í götin. Þannig að þetta er bara svona 8. Þetta er 8? Já, þetta er svona léttur Gylfi Sigurðs, Jón. Já.
Er eitthvað svona sérstakur leikmaður sem þið langaði eitthvað sérstaklega í svona raunhæfur leikmaður sem þið langaði fyrir tímabili sem svona drauma leikmaður? Svona raunhæfur? Já, ég var með augun á Bradley Barcola. Já, Ég er búinn að vera á vagninum þar í ansi langa tíma já, og svo var ég nú að lesa í dag að út af framherjamálum sko, þá er ég alveg smá spenntur fyrir að fá Ivan Toney. já, það væri góð kaup. Það væri mjög Já. góð kaup. Þið eru náttúrulega með Ósúla og Vissa hana frammi og svo eru þið með þjóðverjan sterka, Já, voltum að þetta. já, sem getur spilað náttúrulega þarna fyrir aftan. Er þetta nóg? Er þetta nóg fyrir tímabilið? Eru einhver önnur kaup að koma heldurðu? Já, ég held að við tökum framherja og þá væntanlega Ivan Toney, en maður sér að þeir byggja greinilega mikla vonir við Ósúla. Hann Já. fékk aðeins tækifæri undir lok tímabils í fyrra og stóð sig vel. Já, hann stóð sér heldur. Djöfull. Danskur djöfull. Þannig að hann fór í níuna hjá Newcastle og það er ekkert grín að klæðast þeirri treyju. Annarkvort sko stíga menn upp eða kóðna niður sko. Hvaða leikmaður svona vilt að verði með stærra hlutverk í ár, svona frá því í fyrra? Ég er að treysta svolítið mikið á, ég er svolítið gaman þegar koma svona bræður upp. Já, Miley bræðinir. Miley bræðinir sko. Miley sko. Miley, er hann ekki hægri bakur í brúðin? Jú. Ég veit hvað er hann? Var hann ekki vinstri bakur í dag á móti? Jú, vinstri bakuri, já. Er það góðu leikmaður eða? Hann er allavega að starta í dag og ég er bara svo gaman að ef að bræður eru inn á vellinu sko. Við þekkjum þetta, við erum búin að vera með Longstaff bræðuna líka, Matti og Sean Longstaff. Svo vorum við náttúrulega með Gary og Steve Caldwell bræðuna. Já. Þannig að koma Miley bræðunir sterkir til leiks. Hvað varðu með hann yngri, hann að Longstaff bróðurinn? Matti? Já. Já, fór hann ekki til Ítalíu. Hann hafði nú gaman að setja hann í grilli á eitthvað United-mönnum. Jú, ég man eftir því. Hver verður svona mikilvægast í leikmaðurinn á tímabilinu? Er það Bansin eða? Bansin? Harvey Barnes? Já, Harvey Barnes. Nei, jú, hann mun væntanlega skora út af mörgum. Það er mikið lagt á Ósúla. Já. Ég hef einhvern veginn vonað að þjóðverjarnir okkar stígu upp Malik Thiaw. Já. Í hafsendinum. Að hann rífi sig aðeins í gang. Svo hef ég mikla trú á sem Hornacek markmanni. Já. Hann er að starta hjá okkur. Já, hann hefði ekki verið að taka eitthvað víti þarna líka og hann verður markmaður nummer 1, skils mér. Já. Svo er ég bara og svo náttúrulega Walter Mate, hvort að þýski þjálfarinn ná einhvern veginn að flókið að finna honum hlutverk. Já. Þannig að en ef hann leysir það, þá gæti Walter Mate verið í lykilmaður. Hann byrjaði rosalega vel í fyrra, en hvað gerðist svo fyrir hann? Þú veist, þetta var mjög skrítið, hann var alveg on fire til að byrja með, svo bara var hann bekkjaður. Hvað gerðist? Hvað var þitt mat á því? Hann var bara, þú veist hvernig þetta er þegar það er allt stöngin inn, sko. Já. Og leið og það hætti, þá einhvern veginn, hann var bara ekki nógu mikið einhvern veginn inn í teignum, hann var að draga sér dálítið djúpt og þá og sást hann nefnilega kannski ógnar ekki mikið inn fyrir línuna sko. Nei. Þannig að einhvern veginn bara hentaði ekki leikstílinn þegar framliði stundir sko nægilega vel, þannig að þeir byrjuðu að nota hann eitthvað bara sem djúpan á miðunni nánast sko, þannig í lokin sko. En hvernig er þessi nýji þjálfari að spila? Hann er að spila ég veit ekki hvað hann er að spila, 3-5-1, 3-5-1.
það eitthvað sexy? Já, hann samt með Voltemati og Vissa þarna. Já, Ég vil bara kalla þetta 4-4-2 sko. 4-4-2. Já. Er þetta kerfið sem Söður myndi spila ef hann var stjóri? Nei, ég væri alltaf í 4-3. Já, eins og flestir í þessari deild. Segðu mig, hvað er raunhæft markmiðin fyrir Newcastle-deildinni? Þið lenduð í 12. sæti í fyrra og ég trúi ekki að þú hafi verið sáttu með það. Sunderland í 7. Newcastle-menn brjálæðir. Hvað er raunhæft markmið miðað við leikmannahópinn sem við erum með akkurat núna? Ég myndi segja topp 7. Evrópusæti skilda eða draumur? Já, fyrir ríkasta félagi heimi ætti að vera skilda. Og segðu mér, hvað telst vonbrigði þá? Vera fyrir níðan 7. eða? Já. Og þannig að eignarhaldi, hvað þarf að gerast til að Newcastle verði alveg topp 6 klúbbur eins og þau voruð hérna ekki fyrir löngu síðan? 2 ár síðan, 3 ár síðan, þá voruð bara þarna í titilborðu. Ef þú horfir á leikinn í dag í góðgerðarseldin, með Elliot Anderson á miðunni á City og með Bruno Guimaraes á miðunni hana. Ef við værum ekki búin að vera að selja og sko fyrst sætti maður sig við þetta því þetta var eitthvað svona financial fair play fix. Þannig að þá skildi maður þetta, en svo erum við bara höldum við bara áfram að selja sko, þannig að það þarf bara að fara að eyða peningum sko. En af hverju eru þið að selja þessa leikmenn? Þurfið þið að selja þessa leikmenn? Ég skil ekki alveg stefnuna. Nei. Ég hef bara látið Alexander Isak bara rotna upp í stúku sko. Já. En En út okkur vildi Bruno Guimaraes fara? Hann var held ég bara búinn að sjá að klúbburinn lætur Anthony Gordon líka fara. Já, auðvitað. Og það er einhvern veginn ekkert af þessu kaliberi að koma tilbaka og hann hefur bara metnaðurinn hans mikill og bara dapurt að klúbburinn hefur ekki náð að matcha það. Já, svo er þið búin að missa Kieran Trippier, Anthony Gordon, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, þetta er allt líkileik með að Kieran Trippier var svona inn út úr liðinu á sínu tímabili. En þið alveg geta notað þetta árið. Ertu sáttur með gróðan, söluna? Já, ég er með stampínu alveg yfir því að rekstrarreikningurinn sé góður og klúbburinn er vel rekinn sko. Já. Það er nummer 1, 2 og 3. Hversu mikilvægur St. James's Park fyrir árangurinn á þessu tímabili? Heimavöllurinn verður sterkur, ekki satt? Já. Hann er það yfirleitt sko. Og sérstaklega ef að þjálfarinn byrjar vel. Já. Og hann svona ef hann nær til, hann er samt í skelfilegri stöðu að koma inn á eftir Eddie Howe, Vincent Gaya. Þannig að þetta er mjög viðkvæm moments bara hvort að líka bara eigendurnir séu að fara að fá the Toon Army bara upp á móti sér. Og það er barátta sem Mike Astley fekk að kynnast. Já. Þannig að en ef hann nær að vinna á sitt band. Já. Og hann er líflegur á hliðarlínu, alveg svona temmilega yktur. Ekkert Arteta yktur, eða? Nei, samt alveg sko. Alveg semi. Ég hef alveg séð svona einhverja klippur með hann sko. Hann alveg dettur í svona smá Mourinho nýslætt og... Ok, það er ástriða. En talaði nú aðeins fyrir hönd Newcastle stuðningsmenn og fyrir þig. Eddie Howe, vinsæll stjóri, af hverju hættir hann? Gafst hann upp á þessu þegar allir voru seldir eða var þetta bara, hvað gerðist? Já, ég held að eins og við bara tölum aðan sko, hann hefur bara verið fyrir vonbrigðum með metnaðinn sem var verið að setja í þetta. Já. Og hann orðaði þannig að hann ætla ekki að
að vera við stýrið og taka ábyrgð á því sko að leikmenn sem að hann vill halda séu seldir og nákvæmlega. ég held að þetta gerist bara þegar hann áttar sig á því að hann mun ekki fá að halda Bruno. Já, sem var bara... mikilvægasti leikmaður liðsins. Já, ég horfði á hann leikan í dag sko, ég get alveg sagt ykkur það að Bruno Gíu Maris verður væntanlega leikmaður tímabilsins í ár. Já, það getur bara vel verið sko. Þú veist, hvernig er Newcastle að fara að takast á þessi stærstu lið í ár? Verður þetta brekka eða? Nei, ég held að við bara munum bara í Newcastle hefur líka bara alveg verið, við erum ennþá náttúrulega með Joey Linton. Já. Sem kannski bara þarf að taka fram að svona eiginlega minn uppáhaldsleikmaður í dag. Og hann á miðsvæðinu að berja á þessum stærstu gæjum. Newcastle geta verið nefnilega þéttið tilbaka með Dan Burn og Malik Thiaw og við erum með margir vilja segja bestu bakverðina í deildinni í Livramento og Lewis Hall. Já, það er bara þannig að við erum alveg svona þéttir baka til og Eva Elanga og Vissa og Harvey Barnes, þetta eru beinskeytti leikmenn sem bara funkar vel í 4-3 og bara þéttir tilbaka og bara diagonal upp í hornið og Elanga sloppin í gegn sko. Þá held ég að við getum alveg staðið í þessum helstu sko. En ef það verða meiðsli, þetta er nú ekki breiður hópur, hvað gerist þá? Það kemur bara maður í mannstað. Er það? Já. Ég veit það ekki. Leikmannhópinn sem með núna? Já, við erum nú ágætlega mannaði sko aftarlega á vellinu sko. Já. Og svo náttúrulega ennþá að detta inn leikmenn og það nú komið eitthvað inn og ég held að ég hef ekkert eitthvað aðal á miðsvæðinu það sem ég hef svona einhver áhyggjur en svo mætti svo sem shipa einum kantmann inn en ég er mjög spenntur fyrir Toure. Zuma Toure. Hann ég held að hann ógni með hraða sínu og krafti. Já, mitt í dagins. Þá kom bara með allt niður russi. Herðu, hvað næst? Tala eins þetta eignarhald. Hvað er í gangi þar? Út á hverju þeir að selja þetta allt saman? Ég bara átta mig ekki alveg á vegferðinni sko en mögulega er þetta einhver rosaleg 70 skák sem þeir eru að spila. Já. Og séu þá búin að vinna sér í haginn til að taka í gikkinn varðandi financial fair play og en þetta þarf að því að við vorum á svo góður í vegferð, búin að landa þessum titli komnir í meistaradeildina. Þá ertu búin að spæka tekjurnar alveg nægilega mikið upp þannig að áttu að geta að fara að kaupa en bara í fyrra þá bara einhvern veginn fylgdu þeir ekkert á eftir og missum frá okkur Ísak sko. Það sendi bara skýta skilaboð varðandi vegferðina sko en ég bara trúi því að þeir séu að spila einhverja frábæra 70 skák. Sko, Siggi, fyrsti leikur Newcastle á St. James's Park á móti Liverpool. Það er ekkert smá leikur. Þú ert örugglega spenntur fyrir þeim leik. Hvernig leggst sá leikur í þig? Já, ég er mjög spenntur. Ég verið reyndar á Akureyri þegar sá leikur fer fram. Er hann ekki á sunnudaginn? Hann er á, passar. Framsókn stendur fyrir opnum fundi Evrópusambandið á Akureyri þannig að áhugasamir geta droppað við. Þar verður Konráð hagfræðingur og
og Lilja Alfreðs með erindi. Þú Þannig ég ert, mæli með og Gunnar Már. Þannig að ég tek leikinn bara fyrir norðan og hann leggst bara drullu vel í mig, sko. allir þið framsóknarmenn að sameinast og horfa á leikinn saman og vera í Newcastle búningum? Já, það er sterkt Newcastle samfélag þarna fyrir norðan. Hann frammerinn í Völsung, Jakob mikill Héðinn? Newcastle-maður. Nei, byrju hver? Elvar Árni? Elvar Árni, Já. Þannig, jú, ég næ að þér einhverja góð uppi og fögnum svo í grillið á þessum púlurum. Svo eftir þannleik eru þið á útivöll á móti Tottenham. Þetta byrjar svakalega og svo heima á móti Bournemouth. 3 erfiði leiki til að byrja með. Þið þurfið að fá góða stígasöfnum þar til að halda áfram vegferðinni sem þú talar að ná 7. sætinu. Já, þú veist hvernig ég líti á þetta eru bara 38 leikir og Þetta er ekki sprettlega. Byrja vel eða ekki, sko. Þetta er marathon. Já, við erum orðin það gamlir að við erum búin að læra því að vera þolinmóðir. Siggi, hvar endar Newcastle í deildinni? Fyrir ofan United allavega. Og hvað sæti það? Þetta er einhvers staðar á milli, sko, síðasta meistaradeildarsætisins og 7. Þetta er 5. til 7. 5. til 7. Hver verður markahæstur? Við getum miður ekki verið í titilbaráttunni, já. Nei, það er aldrei að gerast. Hver verður markahæstur? Hver verður markahæstur? Ég ætla að segja að vera Vissa. Ok, hver verður besti leikmaður liðsins? Joe Linton. Hver verður stærstu vonbrigðin? Af leikmönnum liðsins. Þú getur tekið einhverju sem eru að koma eða einhver lykilmaður, einhver. Já. Ég bara einhvern veginn með væntingarna þannig stiltar að þessi leikmenn sem við höfum verið að taka inn, sko, ef þeir performa ekki þá fara þeir bara eitthvað annað, sko. Stærstu vonbrigði, það gætu verið þessi markmaður, kannski er hann fraud. Já, gætu verið. Kannski er þessi dýrasti leikmenn sem þið fenguð hana, Basama Toure eða Bamba. Það er svona 2 stærstu sænin hjá okkur. Já, ég hef engar áhyggjur af þeim. Nei. Þessi Bamba er að fara að tuska menn til með Joe Linton, sko. Hvað er leikmaður er hann líkur svona áður? Hvað heit leikmaðurinn sem frá Fílabeinsströndin sem hann lést? Hvað heit hann? Tjóti? Já, Sheikh Tjóti. Já, það er ekki smá svo les leikmaður í honum? Nei, þetta er Yaya Toure leikmaður. Þetta er Yaya Toure, ok, stór orð. Þetta er 2 metra durgur, sko. Ok. Og ég myndi að labba inn göngin með hann og Joe Linton við hliðina á þau, sko. Einn skemmtileg spurning hver er svona líkastu Gunnar frænda í þessu Newcastle-liði? Ertu að tala Gunnar Fantasy eða Gunnar Hilmar? Nei, Gunnar Örn Jónsson. Já. Við tölum alltaf þig sem Gunnar frænda, sko. Það veitum hvað kallar Gunnar frænda? Gunnar Fantasy? Já. Út af hverju? Hann var ímyndunarveikur þegar hann var yngri. Það tengist ekki, sko. Veitu hvernig var hann? Sagði mig, já, ok, sagði mér aðeins, hvernig Gunni Fantasy, út af hverju Fantasy? Hann lifði bara einhvern fantasíu heimi. Já, hvað þá? Þú veist, hvað var það? Hvað hélt það? Nei, ég man það ekki. Hann sagði mér einhvern tíma, sko, þegar vorum að fara yfir eitthvað nickname og hann heitir þetta í símanum mínum og hefur alltaf heitið það, það er bara Gunni Fantasy. En já, hverjum er hann líkastur? Já. Mér finnst, það var alltaf Anthony Gordon í honum.
Ekki eru þeir líkir í andlits. Jú, þeir eru með þetta flennistóra nef, sko. Já, þeir eru flottir. Já. Siggi, þarna klárum þetta með Dream Team Sir, bestu 11 Newcastle leikmenn. Bara besta liðið sem Newcastle, bara að þínu mati. Hver er í markinu? Það er Shay Given. Það er Shay Given, ok, það er, já. Mér dettur enginn ég er að pælja að nálgast þetta líka bara út frá svona mönnum sem ég held mikið upp á. Já. Og voru lengi upp á. Hvernig hendur í vinstri bakvörðin? Hvað formation ætlar að spila? 4-3-3. Ok, hver er vinstri bak? Vinstri bakvörður er við setjum bara Trippier þar inn. Já, það er gott. Hvað er með 2 hafsenda? Það er ætlaði að setja Nikos Dabisas. Já, ok, af hverju Nico Dabisas, Grikkin frægi. Já, hann var bara traustur. Hann var fyrirliði liðsins í langa tíma og ég hitt hann líka hérna á Íslandi. Ok. Þegar hann var að keppa með grísku liði hérna á móti. Mjög almennilegur og bara toppmaður. Þannig að og með honum í hafsendum, úst, maður verður eiginlega að taka Philippe Albert. Philippe Albert? Já. Ok, þetta er svolítið, kemur svolítið ávart. Manst ekki þegar hann chipaði yfir smækkelin? Nei, ég var ekki eftir því. Ég var ekki eftir því. Fundið 5-0 leikinn. Þú ert með öll mörk á hreinu sem Newcastle hafa skorað út í Manchester United. Já. Og þessum leikmenn eiga líka til samilegt. En Nikos Dabisas þá skoraði hann mjög mikið. Hann var hafsend sem deliveraði eitt tímabili 10 mörkum, sko. Ok. Hver er hægri? Bakvörður? Það er Warren Barton. Já, frábær leikmaður. Man eftir honum. Keyptur frá Wimbledon og var dýrasti varnarmaður í heimi þegar hann mætti til Newcastle. Ok. Já, hann var góður sóknar og varnarlega. Já, ég bara svona gamla skólan. Ertu með 2 aftarlega á miðunni eða? Ég þyrfti eiginlega að taka Bruno og Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes og ég þarf að setja ég get eiginlega ekki verið með 2 djúpa, sko. Ég þarf eiginlega bara að vera með bara sóknar sinnaði miður. Með einn, já. Já, komdu með það. Já, og svo er ég með Ben Arfa fyrir framann. Var hann ekki kantari eða? Nei, hann var bestur svona sem AMC. Ok. Ok, Ben Arfa og Bruno Guimaraes og hver? Og Peter Beardsley. Og Peter, gamli Beardsley, legendið. Hverju hendu við á vinstri kantinn? Á vinstri kantinn verðum við með Lomano Lua. Ok, hann helviti fljótur. Já, bara, hann verið miklu uppáldið á mér. Ég man ekki eftir hann hafði áttu eitthvað svaka tíma. Setjum David Ginola þarna kannski frekar. En hann var bara í það miklu uppáldið hjá mér þarna þegar ég var svona hvað ruglaðastur, sko. Já, hvað er en hægra megin? Hvað var ég aftur búin að negla þarna hægra megin? Já, það er Nobby Solano. Norbert Solano, legend, frábær leikmaður. Ég sáttu við það. Og hver er þá
Það nú bara einn maður sem getur verið frammi og hann Já. er miklu uppáldi á þér. Hvað heitir hann? Sjóla Mjóbi. Nei! Það Allan Shearer. Ég veistu hvað, ég alveg geta trúa að það er Sjóla Mjóbi og það setja lúa hann á vinstri kanti, sko. Já. Herðu, Þeir spiluðu mikið saman. hver Allan Shearer fram... Mjög gaman að Samja Mjóbi. Yngri bróðunum. Spilaði hann mikið það? Já, hann á... Já, ok. Hann átti alveg tölvöld að leikjum. Hver hver stjórnar þessu liði? Sir Bobby. Sir Bobby Robson, rest in peace. Eitthvað fleira sem þurfum að fara yfir í Newcastle? Eitthvað meira sem hlustendur þurfa að vita frá Newcastle samfélaginu? Nei, bara þetta bara vegferð og við skulum sína nýja þjálfarunum umburðarlyndi og gefa honum tíma. Ein loka spurning, já eða nei, ESB, þar sem þú ert kóngurinn í Framsóknarflokknum og það taka allir mark á þér og það einhver húan áfram Ísland. Þýðir það já eða nei? Það þýðir áfram Ísland, það þýðir já við neyinu. Það er þess að nei? Já, þú veist, það dettur einhverjum helvita manni í huga að segja já. Við segjum nei við ESB hjá Bomban Podcast, ekki satt? Yes sir, ég þarf ekki að hafa neina áhyggjur af þér eða það? Nei, ég er nei hér, kallið minn. Ég fylgi þér. Herðu, við segjum þetta þá bara gott. Sigurjón Siggi Sör Jónsson, bara heiður að fá þig í þáttinn og takk fyrir að taka þig tíma. Góðu hlustendur, gott kvöld. Þetta var Bomban Podcast. Blessuð.